Já, góða kvöldi, gott fólk. Velkomin til leiks í Síki og Sauðárkróki, þar sem að næst síðasta umferð Dóminusdeild karla fer fram, þar sem Tindastólsmenn taka á móti Grindvíkingum. Nú, Grindavík í 4. sæti, tapaði illa móti Stjörnunni á heimavelli síðasta leik, en Tindastóll hefur verið á góðri siglingu síðustu leiki. Og þetta er frá síðasti heimaleikur Tindastóls í deildinni í vetur. Og ef þú ert á Sauðárkrók og situr fyrir tölvuna, endilega kíktu í Síkið, nóg pláss ennþá. Við erum hérna að fara í síðasta mínútan eftir leikurinn byrjar. Og það eru ennþá meiðsli í herbúðum Tindastóls. Chris Kjerd er ekki með og Sjappi er ennþá fjarverandi. Hjá Grindvíkingum virtust allir vera með svona þegar ég var að skoða rosterið fyrir leik, og allir voru að hita upp og allir í topplagi klárið þar, þó að sjá bara til. En mér fannst að vera ansi mikil deyfð yfir Grindvíkingum hérna í upphitunum meðan það var gríða stemning hjá Tindastólsmönnum, en það er bara eitthvað sem kemur í ljós þegar að fyrir að líða á þegar leikurinn byrjar. Sjáum það strax hvort það komi inn brjálaðir eða hvað. En eins og ég segi, þá er Chris Kjerd ekkert verið með núna síðustu leiki. Hann er áætlaður í næsta leik á móti Haukum, síðasta leik deildarinnar. Það er samt ekkert öruggt í því, en við sjáum bara til hvernig það verður. Nú, þetta er alltaf hefjast hérna hjá okkur, 10 sekúndur. Það er hefðbundið byrjunarlið svona síðustu daga, eða síðustu leiki hjá Tindastólsmönnum. Pétur, leikstjórnandi, Bjöggi með honum í frontkort, í bakkort segi ég, og síðan koma Viðar, Helgi Rafn og Antonio Hester. Það er sama hjá Grindvíkingum, það er sama byrjunarlið og er í venjulega hjá þeim í flestum leikjum. Dagur Kár Jónsson, Ingvi Guðmundsson, Ólafur Ólafsson, nr. 14, Lewis Klins Jr, nr. 5 og Ómar Sævarsson, nr. 6. Og Dagur Kár Jónsson kom til Grindavíkur núna þegar það var svolítið liðið á tímabilið og hefur verið að alltaf að komast betur og betur inn í kerfið hjá Jóa, þjálfara Grindvíkinga. Þeir hafa verið að spila víðfræðu þríhyrningasókn sem við hér á Sauðárkrók þekkjum ágætlega frá finnskum þjálfurum sem voru hérna fyrir 5 árum síðan. Þetta er allt komið í gang hjá okkur. Það er byrjað að fara inn á Bjögga. Hann leggur hann einfalt onni, snýr Dag Kár af sér hann á blokkinni. Dagur kemur þá upp með boltann. Dagur drippar hérna. Lewis galopin þristu, hann er skakkur. Bjöggi tekur frákastið. Óli er frábær og hann fær næri villu hérna á Bjögga. Óli er örugglega duglegasti leikmaður deildarinnar. Hann er einhvern veginn alltaf í sóknarframkvæmdinni, en síðan nær hann einhvern veginn að vera alltaf fyrstur í vörnina. Það er alveg magnað. Hann uppskar 2 víti. Fyrra vítið er ofan í. Seinna vítið sömuleiðis. 2-2. Stjörnur byrjar að keyra hérna upp. Vilja keyra svolítið, spila svolítið hratt. Ekki einhvern göngubolta. Bjöggi inn á Hester og þetta er góð vörn hjá Ómar, en Hester nær sínum frákast og skilar hún í. Dagur krossar hann að Pétur brýtur af sér. Óheppinn Dagur hann. Pétur veit upp þessu söguna hann. Dagur á leiðin á vítalínu fyrir 3 skotum. Hann frábært crossover hann hjá Dag Kár. Fyrsta víti hjá Degi Kár er stutt.
Víti nummer 2 Beitóni. Þriðja vítið sömuleiðis, Beitóni, jafna leikinn. Það beint inn á Hester, Óli að reyna að stela, Hester fer bara alltaf leið, nær frákastinu sjálfur, óheppinn Hester hana. Góð hjálp fyrir Lewis Klins sem mættur hana þó að Yngvi hann í erfiðu skotið, setur á ekki honni. Bjöggi keyrir upp, fer á milli þeirra, Hester með hann í teignum. Helgi feikar Ómar hana, feikar Ómar út úr húsinu, Ómar afsakar sig hana. Helgi enda með auðveldu layupi. Lewis kemur upp í boltann núna, það svona sína trapp en hættar sig að við bara til að hægja á honum, hetsar vel Hester. Ómar færir hana niður á markinni, Lewis, hann afþrengdur í horninu en Óli fær því henni þrist á klukkunni og setur honni. Viðar. Hester, fer að finna Pétur aftur hérna. Hester fer í stökkskot, setur honni. Flott kerfi hann að two-man play, Pétur og Hester, pick and roll. Lewis við til varnar, Viðar fína vörn þarna. Það er að trufla skotið töluvert. Bjöggi tekur smá hesitation og fer síðan alltaf leið, vel gert Björgvin. Nær að frista vörnina hana með smá svona hiki, driblinu. Nær skrefinu undan og leggur hann ofan í. Yngvi, bara hendur hún út á hana, nær ekki einna handa sendingar, alltaf dálítið varasamar. Hann hendur hún bara hann á milli stúka. Nú, dómarar þessa leiks eru Leifur Sigfinnur Garðarsson, Rögnvaldur Hreiðarsson og Jóhann Guðmundsson. Fullt af reynslu í þessum. Gott ef Rögnvaldur sé ekki leikja hæsti dómari landsins að mig minnir. Pétur, Viðar vilja fara inn á Hester, gera það. Viðar tekur köttið í gegn, Pétur, það er aftur two-man play hjá Hester og Pétri. Hester fer á Ómar og fær villu á Óla líklegast í reachin hana. Sjáum hvað Jóhann dómari segir. 14, Ólafur Ólafsson. Reyndi að fálma hann í boltan. Hefur væntanlega eitthvað farið í Hester sem að Jóhann hefur séð. Hester á vítalínunni fyrir 2 skotum. Fyrsta víti á Hester er honni, eða fyrra. 4 stiga leikur. Seinna vítið honni sömuleiðis. Hester að byrja hennar vel. Dagur getur til varnar. Finnur Lewis. Lewis Klins svakalega mikill stemningsleikmaður eða þannig. Hester heppinn að fá ekki vill á sig en Óli fær galopið þrist þegar Hester er að hjálpa Pétri og setur hann auðvitað, toppleikmaður. Viðar komin í ógöngu smá hana en fær Bjögga til aðstoðar. Pétur, Hester, Hester fyrir skotið. Hann er allt og fastur hjá Hester hana, brjóta spjaldið. En Dagur púlar upp í þrist í transition og setur honni, 12-13. Þetta er svona skot sem að ef það fyrir honni þá er það snild. Ef ekki þá er þetta ömurlegt skot. Bjöggi fer hana alla leið honni, 2 stig og and 1. Fær vill á Lewis Klins. Frábær sendingu frá Helga Rafn hana. Bjöggi fær 1 víti. Það lekur honni hjá Bjögga, Smá pressa hjá stólunum.
2-2-1 pressa sem að Grindvíkingar leysa bara frábærlega og fá galopið þrist. Yngvi bara á sér það onni. Hestir kemur upp boltan, finnur Bjöggi á Viðar. Hann á 45 gráðunum, setur það ekki onni. Helgi og Hestur báðir í baráttuna þarna en hann endar á Yngva. Hann dribblar hann upp. Kallar horn, fær 2 skrín upp topp. Yngvi að feika, tekur dribbla á hann, búinn að ákveða hvað hann að gera. Og Viðar kemur með, flott. Fína sendingur á Pétri og auðvelt leiða fyrir Viðar. Yngvi kemur upp með boltan. Ólöfleg skrín á Ómar Sævarsson þarna, hárrétt. Hann á ferðinu þarna þegar Bjöggi ætlar að koma gegnum það. Og Yngvi Guðmundsson númer 12 á Grindvíkingum sonur Guðmundar Bragasonar sem einmitt mættur hér í kvöld. Allt ánægilegt að sjá gesti útiliðsins gera sér ferð á krókinn. Það getur vel verið, veit svo sem ekkert hvort Guðmund sé að keyra rútuna, það getur vel verið. Það Globetrotters Fílettan, Bjöggi í þrist. Setur honni, 20-13. Bjöggi var 0-6 í síðasta leik, það þýðir ekkert að dvelja við það. Lundraði honni. Frábærlega vel gert hjá Dagi Kár. Tekur hann straugið 45 gráður í gegn teginn og fær bara galopinn leið. Helgi ætlar að gera það sama. Þetta setur í hliðina á spjaldinu. Hester finnur Viðar og Pétur. Pétur Róarda fær skrín frá Hester hana. Pétur fer bara alla leið, finnur Helga. Helgi fær villuna á líklegast Yngva. Nei, á 6. Þetta önnur villan Ómar Sævarsson. Og Jóhann Þór Ólafsson, þjálfari Grindavíkur, tekur immediate action. Jens Valgeir og Þorleifur Ólafsson kom inn á fyrir Ómar og Yngva. Helgi á leiðin á vítalínuna fyrir 2 skotum. Það eru bæði vítin honni og Helga. Helgi Rafn í toppmálum, það svona... þeir ungu pungarnir pressa hana stíft. Dagur fer baseline, finnur Þorleif. Dagur stígur út af sig leifur. Meina hann hafi stíg út af áður hann sendir að losa sig við boltan. Dagur Kári ekkert alveg sáttur með þetta. Nú kemur Helgi Freyr inn á fyrir Helga Rafn. Þetta líka svona skipting sem við höfum séð núna eftir að Chris Kjert og Soppi og fleiri dött út úr rotationinu. Það að segja Helgi Freyr kemur inn í fjarkastöðuna fyrir annarkort Helga Rafn eða Antonio Hester. Þarna steig Helgi Freyr út af en Rökkvaldur sá það ekki. Hester fer alla leið, end one og fær villu á Jens Valgeir. Hester fer á línuna fyrir einu víti. Jóhann Þór Ólafsson, þjálfari Grindavíkur, að segja Jens að loka hægri hendina, annars þetta ekkert mál. Það svo sem alveg hárrétt. Og vítið honni. Hester komið 9 stig. Nú kemur Ólafur Ólafsson upp með boltan. Dagur kallar leikkerfi hérna. Það fínar skiptingar á Tindastól. Tóku alla möguleika af Degi Kár í sendingum. Pétur stelur síðan bara boltanum og Helgi Freyr í erfiðan þrist en setur hann ekki honni. Þessi hefði Dagur dribblar hann að finna Lewis Klint. Lewis með boltan. Fer á baseline, velgjart, óheppinn að fara ekki honni hann á boltinn. Hann snerti allar hringinn áður hann ákvað síðan að fara upp úr. Hester fer á Jens, fær villuna og fór ekki honni í boltinn en hann á leiðin á vítalínuna fyrir 2 skotum.
Nú er Jens komið tvær villur líklegast. Hann er komið tvær villur og núna kemur þá Þorsteinn Finnbogason inn á fyrir Jens. Stóru mennir hjá Grindavík eru smá villuvandræðum hérna til að byrja með í leiknum. Sjáum til hvernig það mun verða þegar eitthvað líður á leikinn. Seinna víti honi á Hester. Nú kemur Lewis með boltan, Viðar til varnar. Dagur, Þorleifur í, einfalt skot. Midrange jumper. Helgi Freyr, hann fer alla leið, Finnur Finnbogi í horninu og Viðar fer alla leið, óheppinn Viðar hann fer í hausinn á Þorleifu út af, þannig að það er tindasbolti, 14 sekundur á klukkunni. Viðar á Tróðarsson, þetta verður að leggja þetta honni. Finnbogi fer í tvist, hann er hlýðin á spjaldinu, en Hester með sóknarfrákast, 2 stig. Þetta er dýrmætt. Sóknarfrákast og strax í stig. Þetta er blóðtaka fyrir varnarlið. Hún spila fína vörn. Má síðan ekki. Hester heppinn að stela ekki boltan. Nei, heppinn að stela boltan. Ekki boltan. Óheppinn, segi. Voðalega. Þorsteinn, fín þriggjastaskita. Setur á ekki honni. Ólafur að ná boltan á næstu. Dagur nær honum eftir baráttu Péturs og Lewis í þrist. Setur á ekki honni, en þá er Pétur mættur til að sparka honum út af. Það er Grindavíkur bolti. Lewis, Óli. Dagur hóldar skotinu. Finnur síðan Þorsteinn galopinn í tegnum. Helgi Freyr var aðeins svo lengi í hjálpinu með Pétri, en sem gerði það verkum að Þorsteinn var opinn. Finnbogi, Viðar. Pétur vilja fara inn á Hester. Hester treður þessu auðvitað! Pétur er að mata liðsfélagina hérna. Pick and roll, elsta kerfi körfuboltans. Lewis, Þorsteinn, Þorleifur. Það er tvöföldun í horninu, hætta við síðan. Lalli fer alla leið, fær villu á Finnboga líklegast. 5. Friðrik Þór Stefánsson kemur inn fyrir Viðar Ágústsson. Skiptast á bróðurlegu mínútum að dekka Lewis. Finnst mér líklegt. Friðrik að dekka Lewis. Þorleifur. Hann með sendingu yfir Óla. Þorsteinn í baráttunni og það er villa á Friðrik. Það komið bónus líklegast, eða ekki? Nei, ekki bónus. Bónus næst. 1 mínúta og 10 sekundur eftir. Þorleifur fær mjög djúpa stöðu og skilar honum honni. Martin vill þá skref, ég veit svo sem ekki með það, ég tók ekki eftir í. Friðrik með erfiða sendingu á Hester, en hann nær þessu. Hester fer á Óla, óheppinn í snúningnum og missi boltan. Það er bara Grindavíkur bolti, staðan er 30-21 fyrir Tindastól og 53 sekundur eftir af fyrsta leikluta. Dagur Kár, Friðrik til varnar. Dagur í skot. Setur ekki honum stuttur, Pétur nær frákastinu. Hester eitthvað svona, eitthvað með þessi sýnist mér. Pétur, hann fer alla leið, setur hann ekki honni, en Hester er mættur vill á skiptingu sýnist mér. Nei, hann ætlar að labba þetta í burtu. En Pétur fær villuna
á Þorsteinn. Jú, Hester fær skiptingu. Fyrra viti á Pétri onni. Setna viti sömuleiðis. Pétur fyrir út af, fyrir Bjögga. 29 sekúndur eftir, þannig að Grindavík væntanlega skilur, reynir að fara í langa sókn til að skilja sem fæstar sekúndur eftir fyrir Tindastóll í seinustu sóknina. Ekki meira svona 7 sekúndur kannski, 7-6. Já, Dagur Kár. Dribblar hérna út til miðlínu, hann fer framhjá Friðrik, einfalt flóterinn, en ekki onni, en Ómar Sævarsson betur en enginn í tegnum og tekur frákastið. Dagur Kár í langan þrist, setur hann onni, skilur 3 sekúndur eftir. Helgi nær ekki komið boltanum inn, Bjöggi í langan neyðarþrist, en ekki onni, fyrsti leikur búinn, 32-24 fyrir heimamenn. Þetta hefur farið svona sæmilega stað, líklega eru í allan að Jói þjálfari Grindvíkinga ekki sáttur með vörnina, fá 32 stig á sig í leiknum, þetta er allt og mikið. En það er hérna já, Jói hérna, Þorsteinn var að fara þetta yfir með Jóa eitthvað gerfinu, ég veit eitthvað sem hann fann svona á vera leikmaður á vellinum sem að þjálfari eiga erfitt með að finna að sjá. Og Jói er nú bara, já, hann er bara að fara yfir það aftur með þeim. Væntanlega hvernig þeir eru að dekka Hester á blokkinni, þar sem Hester er búinn að fara illa með og komið 14 stig af 32 stigum Tindastólsmanna, þannig það er nánast helmingur. Nú, Martin er búinn að spila á 7 mönnum, það sem er aðver, nú svona helst til færri en vanalega. Hann er nú með leikmenn á bekknum sem hann er vanur að spila. Pálmi Geir, Hannes Ingi hefur ekki verið að spila þeim, það sem aðver fyrsta leiklut allan, en við höfum örugglega eftir að sjá þá. Á meðan er Jóhann Þór Ólafsson að spila á, já, hvað, þetta er 8 leikmenn sem hafa komið í sögu hjá Grindavík, 8, 9. Það er byrjunarliðið pluss Magnús Bár, Þorleifur Ólafsson og Jens, það er 8 leikmenn. Já, Þorsteinn Finnboga, það eru 9 leikmenn, frábær dreifing á liðinu hjá Jóa. En Grindvíkingar byrja með boltan, þar sem að Tindastóll náði uppkastinu, skiptum þessu á milli okkar. Lúis er komin aftur inn og fekk hann að 53 sekúndna hvíld, það er að segja leiktíma hvíld. Hefur svona 2-3 mínútur í rauntíma. Friðrik Þór til varnar hérna. Og Þorleifur nær aftur djúpri stöðu á Finnboga, en Þorsteinn í þrist, ekki onni. Ómar nær að fipa Helga hann í frákastinu og Magnús Már í tvist. Ómar mættur í frákastið, hendur hann út á Lúis sem nær ekki að halda honum. Ómar segir að þetta sé sér að kenna. Bjöggi. Erfiða sending af Bjögga. Martin ekki sáttur, það var búinn að Helgi Freyr var galopinn á 45 gráðunum. Lúis kemur upp með boltan, Friðrik. Já, Lúis dribbla, hann fyrir alla leið, já, auðvitað, fær villuna á Finnboga eða frekar en Helga Freyr, ég veit ekki. Þeir voru báðir hann að, hann getur valið, já, velur Helga Freyr. Fyrra víti Óni og Lúis og setna víti sömuleiðis. Það er svona áhugavert að þeim skilningi að þetta eru fyrstu stig Lúis í leiknum. Það eru 1 mínúta búin að öðrum leikluta. Hann á það til að
fela sig í leikjunum eins og þeir sem hafa fylgst með allan að þessu sísoni hjá Grindavík þá kemur það fyrir en síðan klárar hann leikinn. Þetta bara allt svo erfitt hjá Tindastóls og langur tvistur á Finnboga. Hann setur honni, reddar sókninni fyrir félaga sína. Þetta var svona allt svona einhverja voðalega erfitt og hægt og þá var eitthvað gott að hafa góðan vinn í Finnboga. Lewis finnur Ómar Sævarsson í teiknum, hann leggur hann einfalt honni. Sjá hérna, Lewis dregur ansi vörnina og það enda með því að Ómar bara galopinn. Friðrik að skrefa, hárrétt. Hefði þurft að senda boltan hann, hann var búinn að taka, hann hefði stoppað með skrefið þegar hann sendt boltan. Lewis tekur upp driblið hann á boltanum í stað. Ómar fyrir utan þryggjastæðalínuna, já, þetta bara einfalt og gott hjá Friðrik keyra og hægt að mati Martins. Bjöggi fer stekkur upp á þess að vera búinn að ákveða hvað hann ætlar að gera. Krossa síðan bara Lalla og fær ekkert. Þá Lalli komið, eða Þorleifur komið með boltan og Lewis upp í þrist. Setur honni ekkert nema net hjá Lewis Klins Jr. Hann var alltaf að fara að hitta þessu bolta og Þorleifur Ólafsson var alltaf að fara að senda hann. Finnbogi inn á Helga Rafn. Helgi Rafn. Hann með mjög erfitt húkskot hann yfir Ómar Sævarsson. Ómar Sævarsson mjög langur með langa hendur. Lewis aftur í þrist. Núna fyrir hann ekki honni. Þetta var svona heat check. Já, Bjöggi finnur Helga Rafn. Helgi Rafn eitthvað mislaðar hendur en það kemur ekki að sök. Setur hann samt honni. Layup 36-31. Lewis. Fyrir á Friðrik. Þorleifur á Bjögga og erfið tvistur á Þorleif og hann setur hann ekki honni. Og Bjöggi kemur upp með boltan. Finnur Helga Rafn. Helgi Rafn finnur Finnboga í horninu í þrist. Finnbogi auðvitað. Finnbogi Bjarnason. Lewis. Þorleifur. Núna keyra mikið í gegnum Lewis og Lewis í þrist. Hann setur hann ekki honni. Spurning hvort þetta að reyna að koma í gang. Bjöggi, hann finnur Finnboga í mjög langan tvist. Setur hann ekki honni. Þorleifur, flott hedge hjá Helga Freyr hana. Þorleifur með einn á Bjögga og hann ætlar að fara í tvist aftur í erfiðan svona. Já, þetta bara erfiðu tvistur þannig séð sko. Hann á það til að hitta þessu. Hann svona hálfgerður X-faktor í þessu Grindavík-liði. Helgi Rafn fer á Ómar, finnur ekkert. Bjöggi, hann fer á Þorleif, finnur ekki körfuna. Mjög mikið einstaklingsframtak hjá Tindastólsmönnum núna, það ekki mikið að setja upp enda þegar Pétur að koma inn og Lewis fer í gegnum, fær continuation á playið og það end one. Fær 2 stig og komin í hreyfinguna. Þrefald skipting hjá báðunum. Pétur Hannes og Hester inn fyrir Helga, Finnboga og Friðrik. Yngvi Dagurkár og Óli Óla fyrir Ómar, Þorleif og Magnús Már hjá Grindavík. Fyrra víti á Lewis fyrra víti, þetta eina víti, þetta var end one. Það Ronny. Fjórða skiptingin hjá Tindastóls, Viðar inn á. Bjöggi kom aðeins út af smá hvíld. Hester kemur Hannes upp úr teiknum.
Það galopum þristur í Hannesi, hann ekki honum, kemur kaldur inn á, bara beint við þrist. Hefði mátt setja þetta, það hefði geggjað fyrir hann. Nú kemur Yngvi með boltan. Hester hetsar vel hann, ætlar að taka upp dripplir, það er mjög gott. Dagur Kár, Hannes til varnar, finna Þorstein í horninu, það er ekkert nema net. Þorstein vill fá villu. Pétur inn á Helga Rafn og hann fær einfalt. Pétur óheppinn setja ekki. Setja þetta layup, hann vill fá villu segir hann, en ég held að það var engin villa hann, hann bara setja þetta layup. Lewis, hann fer þetta leið, finnur Þorstein. Pétur enda sér með boltan á Ólaf, fer alla leið, setur hann onni, já, vel gert Pétur. Það er að kvitta fyrir klikkið á hann. Já, Hannes á villa hana, Rítsinn óþarfa villa, en Dagur Kár. Yngvi kemur hana, Yngvi mjög góð þryggjastæðskita. Já, Hester bara tegur boltan af honum, það er bara Hannes hana, leggur hann. Lewis var ekkert að nenna að spila vörn hana, hann var ekki að reyna að blokka þetta. Með eina villu, þannig að alveg skildi tekið villun á sig hana og látið Hannes vinna fyrir þessu línni. Lewis og við til varnar. Lewis upp í þrist, það er lélegt skot. Yngvi í þrist, þetta er gott skot og það er ekki honni. En Þorstein duglegur og Óli ná sóknar frákasturu. Og Lewis keyrir hann á Hester og Helga Rafn og Jóhann Guðmundsson dæmir hann einhvers staðar lengst undan af velli. Leifur og Rögnvaldur sem voru inn í þessu dæmdi ekki neitt. En það eru 3 dómarar, 6 augu, þannig að eitthvað lítur hann hafa séð. Pálmi Geir kominn inn á fyrir Helga Rafn. Lewis, fyrra víti og Lewis Ronny. Seinna víti sömuleiðis. Pétur inn á Hester. Hannes hleypur kringum hann. Hester í stökkskot. Pálmi klári frákastinu, flottu Pálmi. Hester fer bara alltaf leið, leggur Ronny, auðvitað. Það eru þessi stig, hann segir þetta í fyrra áleik, en það er fyrsta leikunda. Dagur fer alltaf leið og Pálmi brýtur á honum, ekki nógu vel broti á Pálmi og Dagur Kár setur þetta onni. Það er end one. Pálmi ætlar að brjóta, þannig að hann get ekki skorað. Það er aðalatriði í þessu. Óla er eitthvað meiddur, ég veit ekki, hann er búinn að vera, þegar hann hefur farið út þá hann farið í sjúkraþjálfun. Nú er hann með eitthvað plástur hana. Hannes reynir að fara inn á Hester, fær ekki ángað. Pálmi finnur ekki Pétur, finnur Hannes, svolítið ráðaleysi í sókninni og núna er Villa og Yngvi hana. Rítsinn, Rögnvaldur sér á þetta eitthvað. Jói fann að tala við Moldungssona. Fá sér góð ráð, ég skil hann vel. Áralöng körfuboltareynsla þar. Pétur fer í, hann hótaði þristinum, hætti síðan við, fann Hester. Þeir fara í two-man play. Óli ræðst á Pétur hana. Og ósáttur með þetta. Hann er bara alls ekki sáttur með þetta. Þetta var bara Villa, hann hafi farið í boltan og fer hann á mjög miklum ákafa. En það er bara áfram gagn. Hester hana, finnur Pálma, galopinn. Pálmi er að setja þetta leið bóni. Þetta er annað leið fyrir á Teinsson sem klúðrað. Hannes, Yngvi með boltan, finnur Þorstein í þrist. Það er skakkur. Pétur kemur boltan, finnur Hester. Hester
fer á Þorstein og það vill á Þorstein á gólfinu. Það engin bónus eða ekki neitt svoleiðis, þannig að það bara innkast á endalínu. Nú Pétur tekur boltan inn, 2:13 eftir af öðrum leikluta. 45-42. Hannes galopinn á toppnum. Hannes óheppinn hann. Pálmi í frákastabaráttunni við Þorstein, en Þorstein hefur betur. Finnur Dagur Kár. Dagur Kár, hann fer alltaf leið. Neini, frábært baráttu hjá Hester. Nær að verja sendinguna og heldur hann síðan inn á. Víðar galopinn, það ekki honni. Mjög hraður leikur núna. Yngvi róar þetta niður. Lewis kemur og nær í boltan. Hann biður horn, sýndist mér. Fer í tvist, setur hann honni. Þetta svo mjúkt. Hannes komið hérna fremstur. Hester, Pétur. Viðar núna fer þetta honni á Viðari. Það held ég. Það var allt í þessari hreyfingu sem leit vel út, þannig að þá fer boltinn honni. Yngvi, Lewis. Hann fæk skrín, splittar skrín og treður svo honni. Lewis Klins Jr. Frábælega vel gert. Dagur Kár næstum búinn að stela boltanum á Pétur hann. Hester finnur Hannes, fer í flottur Hannes. Svolítið erfitt skot, skilar honni. Spjaldið. Yngvi keyrir inn í miðuna, finnur Dagur Kár. Hann feikar Pétur upp í loftið, setur síðan, boltinn fór hálfur honni, þetta 1,5 stig. Hester, hann fer alltaf leið og boltinn lekur. Fer ekki honni boltinn. Lewis komið fremst og hann tekur hann hringinn í kring, leggur honni 13 sekúndur eftir. Síðasta skotið í fyrri hálfleik Tindastólsmanna. 50-48, en Dagur Kár næstum búinn að stela boltanum af Pétri. Pétur finnur Hannes, þristur. Óheppinn Hannes að klára þetta ekki. Hann hefði sett þetta. Hann ætti að setja þetta. Fær gott klapp á hausinn frá Chris Kert, en 50-48, fyrri hálfleikur búinn hérna í Síkinu á Sauðárkróki. Við fáum okkur kaffi og verðum með okkur að Vörmuspori.
Já, gott fólk, þá fer þetta að hefjast hjá okkur aftur að staðinu 50-48, stólunni hafa svona kannski verið, já, það hefði verið svona meiri flæði í þeirra leika einhvern veginn, þó náðu ekki að slíta Grindvíkinga frá sér, voru komnir hérna einhverjum 10-12 stöðum yfir á tímapunkti en síðan Grindavík kom tilbaka og þá aðalega Lewis Klins Jr. Ég talaði um það hérna, hann var að skora sem fyrstu stig þegar var mínúta búin á öðrum leikluta. Kappinu kom með 16 stig. Það var datt hann á smá eld í öðrum leiklutunum. Þetta það sem var ég að tala um að sem maður fylgst með Grindavík aðeins að hann getur falið sig aðeins og síðan kemur hann með einhverja pompur. Pétur Helgi Hester, já, þetta flott. Fínt spil hann það. Tindastóll með að koma með svona maður og mann pressu aðeins að kroppa nokkra sekundur á klukkunni. Leifa aðeins, þeir eru að byrja sókninu, þeir eru 16 sekundur eftir af skot klukkunni. Þannig að það er Helgi að fá villa á sig hérna, smá hip check. Óþarfa villa hann að Helgarefni en þetta er bara hans fyrsta villa. Engin skaði skeður, þriðja leikluti. Lewis inn á Dagár, Pétur til varnar. Dagur fer feita við leiðum eða svona skrítið skot, átt að fara upp á körni og Pétur krossar Dag í burtu og fer upp á Óla, leggur boltan honni, sína Dagár hvernig á að fara upp á körni, einn trappa Dagár og það er fótur Óla, ég held að Karma býtur mann í rassinn og hann fær og það er óþrjóttamannstu vill á Ingva. Reynir ekkert í boltan, þetta er hárrétt. Bara slær í manninn. Þetta er bara nýja reglur sem að er bara verið að fylgja. Já, maður heyrði sláttinn hingað upp. Jói er bara ekki sáttur með þetta. Bara mjög sáttur. Fyrra vítið á Bjögga er ekki honni. Seinna vítið er ekki honni á Bjögga. Jói er að hafa taka þátt í þessu við áhrundum. Einhver sem öskar að þjálfarinn inn á vellin og þá tók Jói þjálfari Grindavík annað skref inn á vellin. Vel gert, og Pétur finnur Hester og Hester fær villur og leggur hann honni. And one, Antonio Hester með stóðsendingu frá Pétri Rúnari. Þetta er eitthvað sem við höfum séð áður og munum sjá meira. Við viljum meira. Það var að vítið hjá Hester. Það er ekki honni, Óli með frákastið. Lewis og Viðar til varnar. Yngvi. Lewis kemur upp úr skrínu, beint upp skot, setur ekki honni. Hester með frákastið. Fer á Ómar, fer á hann og leggur honni. Þetta var komin á ferðina, vill enginn vera fyrir honum. Lewis kemur þá boltan. Viðar til varnar, Lewis biður horn, 2 skrín á topnum. Dagur kemur hérna, körlið, Yngvi í flottan þrist, hann stuttur. Bjöggi nær frákastinu. Bjöggi róar þetta niður. Finnur Helgarab, Helgi, Hester hérna. Lewis að reyna að stela, skilur Bjöggi eftir opinn. Boltinn bara vildi ekki honni hérna. Dagur mættur í sóknina. Krossa Bjögga og fer erfitt vinstrihanda layup, setur ekki honni. Pétur, Bjöggi ætlar alltaf leið, erfitt hann kom með baki í körfun og einhver algjör rugli. Dagur stígur utan þriggjastellinu fyrir þristið, setur honni. Dagur Kár Jónsson, Jóns Kár Gíslasonar. Þetta er eitthvað sem þekkja hann, Viðar, hann fyrir þrist, hann er mjög skakkur. Þorlaugur inn á fyrir Ómar og Þorsteinn inn á fyrir Yngva.
Lewis. Dagur kemur hann í gegnum skrínið. Lewis finnur Dag Kár í langan tvist. Þetta allt onni. Já. Pétur. Bjöggi. Lewis hann næstu búinn að stela boltanum af Bjögga. Voðalega deyfði yfir tindastólamönnum núna þessa stundina. Allt eitthvað hægt. Helgi ætlar að fara á Þorstein, gerir það, já, óheppinn, en Pétur nær frákastinu og setur hann ekki á neinn. Helgi nær síðan öðru frákasti og kemur hún onni. En Dagur. Pjöldu varnar, Lewis kemur upp á skríni, hann Helgi Rafn nær að stela boltanum af Lewis og Hester að fá ruðning á sig, hárrétt. Óli búinn að bíða eftir þessu beið eftir þessu allan tíman. Nú virðist vera að Óli hafi eitthvað meitt sig. Nei, hann bara höggið á bringuna. Þungt högg frá Hester. Ég skil það bara fullkomlega. Og það bara Grindavíkur bolti. Lewis með boltan, viða til varnar. Lewis og Óli í þriðja. Nei, hann fer alltaf leið og treður þessu. Fær villur á Hester, þriðja villan á Hester. Óli setti leið upp honni og á leiðina á vítalínuna fyrir einu skoti, end one. Búið að vera gríðarlega mörg end one í þessu leik. Svona allan að eftirtektarvert, ekki alltaf verið að segja. Leifur útskýrir broti fyrir Martin. Rósatur, ég held að það vera hárrétt, hann fór svona undir hann sem bara bannað. Pétur Hester með frákasti og Pétur kemur upp með boltan. Nú vill Hester frá boltan. Pétur fer bara alltaf leið, fær villun og Dag Kár. Sýndist mér. Vill á Dag Kár. Pétur á leiðin á vítalínunum fyrir 2 skotum. Helgi Freyr að koma inn á fyrir Hester. Hester kom með 3 villur. Hester kom með 22 stig og búinn að spila frábærlega það sem af er leik. Helgi Freyr aftur á móti þegar hann kom inn á í fyrra áleik og þá var hann ekki nógu aggressífur. Fyrra víti hjá Pétri Ronny. Seinna víti sömuleiðis. Flottur leikur hjá Pétri það sem af er. Lewis viðar til varnar sem fyrr. Lewis inn á Óla. Óli með Helga. Fer bara fram hjá honum í fyrsta skrefinu. Hann er gríðarlega snöggur Óli. Björgvin. Helgi Freyr. Helgi Freyr dribblar inn í miðuna. Finnur Helga Rafn í flottan tvista. Óheppinn Helgi Rafn hann á að hann skot hann á baseline. Þorsteinn, Óli fer bara langan þrist. Setur hann ekki honum í stuttur. Lewis kemur samt nær frákastinu. Pétur með flotta vörn á Lewis og Bjöggi nær síðan frákastinu á endanum. Bjöggi dribblar upp boltanum. Hann róar, finnur Pétur. Pétur finnur Helga. Helgi inn á Helga. Helgi bakkar Þorsteinn niður. Bara tjakkar í róliheitum og leggur hann onni. Þetta er einfalt og gott. Nægur tími. Bara skref fyrir skref. 64-57, 4-40. Dagur fer alltaf leið, opna smiðjan hann. Skelfileg vörn hjá tindastólamönnum. Pétur komin upp. Það opnast það sama hjá, erfitt skot hjá Pétri. Það er honni. Ekkert erfitt skot. Bara Péturs skot. Dag Kár.
Hann ætlar að gera það sama, finnur Þorsteinn. Þorsteinn setur hann Ekkjoni, Helgi og Óli í frákastabaráttunni. Villa á Helgarab segir Rögnvaldur fyrir hald í frákastabaráttunni. Helgarab segir að hann hefði alveg haldið í sig jafn mikið. Hannes kemur inn á fyrir Viðar og Hamid Dikko kemur inn á fyrir Dag Kár í liði Grindavíkur. Óli, flott vörn á Hannesi og enda með því að Grindavík á boltann bara. Ég sá þetta ekki hérðan en stúkudómarnir eru ekki sammála vallardómarunum. Það á það til að vera þannig. Lewis Klins hendur hún sér bara út af. Leifur læra þessu, hann ætlaði að fara að dæmi vitt þessu átt óvart en það verður að hafa gaman að þessu. Leifur búinn að vinna alla menn á sitt band hérna inni. Pétur missi boltan Pétur hann en hann heppinn, hann lendir í hnén á Grindavíkur leikmanni. Nú Dikko hann með flott Bjöggi, Hannes, Pétur fær skrín frá Helga. Pétur í langan þrist yfir Dikko hann. Barátta frákastið, Bjöggi nær því. En síðan hendur hann bara, Pétur nær því líka. Helgi Freyr róar þetta. Það eru nokkrar sekúndur eftir. Helgi dettur hann eitthvað og fær síðan villu á Þorleif. Það var stórundarleg sókn sem endar með því að Helgi nær að endurnýja skotklukkur 14 sekúndur. Og það er aftur innkastskerfi. Friðrik Þór kemur inn á fyrir Pétur. Verðskulduð hvíld fyrir Pétur. Hemi Jó og moppar. Það fótur á Hamid Dikko hann í innkastinu. Bjöggi allt og seinna að senda á Helga Freyr. Helgi Freyr búinn að vera galopinn hann. Helgi Freyr í þristinn, setur á Ekkjoni og það er villa á Þorleif líklegast í frákastinu. Ítur á Helgarab þarna. Helgarab á leiðin á vítalínuna fyrir 2 skotum. Já, Helgi klúrar bara báðum skotunum. Það er ekkert að vítalínu þessum tíma. Lewis kemur boltan. Hann er alltaf að fara að skjóta þessu bolta. Nei, hann finnur síðan Þorsteinn hann sem tapar boltanum. Helgi Rafn, hann ætlar að fara alla leið. Gerir það, leggur hann onni og fær bara góðtending. Þetta er Lewis sló í spjaldið. Leifur að bara staðfesta. Það væri 2 stig. Það er leikhlé sem Jói þjálfari Grindavíkur tekur. Þegar staðin er 68-59, 2:54 eftir að þriðja leikhluta og Antonio Hester tekur dans í leikhlé. Af hverju ekki? Nú, eins og ég sagði hérna í byrjun leiks að það er sunnudagskvöld eitthvað að fara illa í mannskapinn. Það er svona tiltölulega illa setinn bekkurinn. En við tökum því alveg. Það verður bara að hafa það.
Fólk ekki alveg að kveikja þessi leikur á sunnudegi eða fólk bara ekki í bænum og ekki komið ef fólk hefur farið úr bænum helgina. Nú, Tindastóll hefur verið að breyta, að dreifa villunum nokkuð vel. Það eru hestir með 3 og aðri minna, annars hefur þetta verið, það eru flestir með eina villu, Friðrik Þór og Helgi Rafn 2. Hjá Grindavík þá er Ingu Guðmundsson með 3 og búin að vera með það í svolítinn tíma og síðan eru Þorleifur Ólafsson, Ólafur Ólafsson, Þorsteinn Finnbogason, Jens Valgeir og Ómar Sævarsson, allir með 2 villur. Nú kemur Ísrael Martin með svæði úr hérna leikliðinu, sýnist mér, til að, nei, ekki svæði. Leit út fyrir að vera svæði, ég ætla að ætla að fíbla eitthvað aðeins í Jóa, en Óla skýtur bara yfir Helga Freyr. Neglir hún voni, 68-62. Bjöggi, Friðrik kemur nær boltanum, Hannes. Bjöggi finnur Helga Freyr í horninu, Helgi Freyr. Það er eitthvað ráðleysi núna í sókninni hjá Tindastól. Helgi Freyr verður að skjóta, gerir það ekki, sendur á Helga Rafn sem er í bölluðu vesinni hana, en kemur honum ekki upp, það er bara skotklukkan, hárrétt. Það var nú kannski óþarlega, þarna vantaði einhvern til að taka skarið. Og Dagur Gáur fær síðan boltan endanum frá Hamid Dikko, kemur upp boltan, Hannes nálst í að stela honum hana. Og Óli óheppinn að setja hann ekki onni hana, Ómar. Friðrik Þór var að reyna að fá ruðning á Óla. Hamid Dikko brýtur af sér á miðlínunni. Það er komið bónus, þannig að Friðrik er á leiðinu á vítalínuna fyrir 2 skotum. Bæði liðum er bónus, þannig að það er alltaf 2 stig þegar að það er varnarvilla. Fyrra víti á Friðrik er ofan í. Seinna víti er ekki ofan í, er Helgi Rafn í frákastinu. Áheppinn Helgi hana, ná ekki boltanum. Dagur Kár, Hannes til varnar, Dagur finnur Þorleif í þrist, Þorleifur skakkur, það er baráttu frákastið sem Ómar vinnur, Dagur fer í þrist, setur hann onni, 69-65, 4 stiga munur, 1:30 eftir af þriðja leikluta, Bjöggi fer í miðuna og leggur hann onni, flottu Bjöggi, lagaði síðan net eftir sín sýnt mér. Svarar hæl. Dagur nær að komast fram hjá Hannes. Hamid Dikko í stuttan tvist, setur hann ekki onni. Bjöggi fær villu á Þorleif líklegast, já. Bjöggi á leiðina á vítalínuna fyrir 2 skotum. Það má heyra saumnál detta hérna í síkinu, allir að gefa Björgvinni rólegheit. Það skilar árangri, fyrra vítið onni hjá Bjögga. Seinna vítið sömuleiðis. Flottur Bjöggi. Dagur með Hannes eins og flug á sér hana. Ómar, Óli í þrist. Já, setur hann í. Óli er vel tengdur henni í kvöld. Það er að skjóta vel. Friðrik. Hannes. Já, finnur Helga. Helgi erfitt.
kemur Hannes í smá vandræði þarna og Hannes fær síðan villu á Dag Kári á. Hannes fær 2 skot, 32 sekúndur eftir af þriðja leikluta. Já, hann leikur. Þetta telur líka. Seinna sömuleiðis, flottur. Dagur Kár fara inn á Óla. Óli með Helga Freyr á sér, mun hægari leikmaður heldur en Óli er. Óli, já, hann bara búljar síðan í gegnum þá. Einfalt, þægilegt. Helgi Freyr tekur upp boltan hann á 8-7 sekúndur eftir og Bjöggi fær skrín frá Helgara. Hann notar skrínið vel og Bjöggi fer alltaf leið. Óheppinn Björgvin hann. Vildi fá villu Ómar, ég held að það hef ekkert verið. Það var ekkert engin villa, bara óheppinn að setja Jóni. Náði að búa sér til flotta stöðu. En það loknum þriðja leikluta staðan 75-70. Svona ansi hátt stigaskor með við leiki Tindastólsmanna og ég er nokkuð viss að Ísrael Martin er ekki sáttur með varnarleikinn í kvöld. En Grindvíkingar hafa bara verið að spila mjög vel það sem að vera, eins og ég var að segja. Óli Óla búinn að vera vel tengdur, komið 20 stig. Dagur Kár 23 stig, búinn að fara miklu minna fyrir stigunum hans einhvern veginn. Hann allt í flæði leiksins og þægileg stig með hjá Tindastólsmönnum þá er Hester með 22 stig og hefur setið núna lungan af þriðja leikluta með 3 villur og Pétur sömuleiðis fekk mikla hvíld og tekinn út af það voru einhverja 4 mínútur eftir af þriðja leikluta. Bjöggi sá leikstjórn á meðan. Hester með 22 stig segi ég og Pétur með, Bjöggi segi ég með 14, Helgi Rafn með 12, Pétur 10. Þannig að það er flott dreifing á stigaskori og stiga bekknum hafa verið að koma frá mörgum mönnum, Hannesi, Finnboga, Friðriki, það eru allir að skora. Helgi Freyr þarf að skora betur, skjóta meira. Hann var að skjóta þetta, æfingu skjótaði hann, beint hún í. Það er bara að gefa sér tíma, finna rétt á skotið. Og já, höldum við áfram. Það er byrjunarlið hjá Grindavík mínus Ingvar Guðmundsson, þar sem Þórarinn Ólafsson er komin inn fyrir Ingvar. Dagur, Pétur komin inn á, Hester sömuleiðis, Finnbogi líka. Mikið breytt lið hjá Tindastól. Og Hester fann að dekka Óla. Hester fljótar á löppunum heldur en Óli. Pétur, Ómar Sævarsson með 2 stig. Finnbogi, Bjöggi, Pétur. Það vilja fara inn á Hester og gera það. Hester fer bara í stökkskot, það er Ronny. Mjúkur, silki mjúkur. Hann getur þetta kallinn, hann getur skotið allstaðar. Var ekki búinn að sýna það fyrir núna, síðustu 2 leikjum hefur verið að skjóta hans meira. Og Óli fer í þrist. Setur ekki Jóni og Pétur með sterkt frákast þarna. Finnur Bjögga og Bjöggi finnur Helga Freyr og Helgi Freyr í þrist. Það held ég sagði ykkur það. Hann var að æfa sig hérna áðan. Helgi Freyr Margeirsson. Það bara gerist ekki oft sem að fær svona frían þrist. En ef það gerist, það eru 99% skot. Óli, hann dræfur inn í, finnur Ómar Sævarsson, auðvelt layup. Þeir tættu vörninni í sig þannig sko. Pétur, Hester, Finni, Finnbogi, hann finnur Helga Freyr, glæfralega sending hann og Óli hefur verið á nótunum, hann getur komist inn í þetta. Bjöggi fer alltaf leið, fær villuna, end one, 2 stig Bjöggi.
Og villa á Dag Kára Jónsson, það engin villuvandrar þar, þrjár villur bara, allt í topplagi. Björgvin á leiðin á vítalínuna, 1 skot. Það ekki honni fastur. Lewis dræfar inn í teginn. Finnur, kemur voni einhvern meginn. Helgi Freyr, heppinn skrif ekki annað Helgi. Bjöggi, Hester hætt á 3 sekúndur, en setur hann ekki honni. Og Óli, hann dræfar, hendi sér bara í jörðina og hendi boltanum í Ómar og út af. Og Óli ekki sáttur með Leifur Garðarsson, hann vill fá villu þarna. Ég held að það var engin villa, ég held að bara... Hann kannski var bara aðeins fljótur yfir sjálfa sig. Pétur kemur upp með boltan. Sem fyrr. Það tvöfalt skrín frá Hester og Helga Frey. Pétur hótar skotun hana, Finni. Já, Finnbogi skrifar. Hárrétt. Klikkaði bremsubúnaður hjá Finnboga. Gerist hjá besta fólki. 82-76 fyrir Tindastól. 7,5 mínútur eftir af þessum leik. Ómar með frábæra innri stöðu hana. Og enn betri sending frá Lewis. Og Ómar leggur Doni. Hester. Hann með einhverjum dribblæfingar hann á Ómar. Dribblar ennþá meira og nær að fá villu á Ómar. Hárrétt. Leiðin á vítalínuna fyrir tveimur skotum. Þetta þriðja villan á Ómar Sævarsson. Það heldur engin hætt á ferðum þar. Fyrra víti honni á Hester. Seinna víti á Hester sömuleiðis honni. Dagur kemur með boltan. Pétur til varnar. Finni loka miðjuna þarna. Flott hjálp hjá Finnboga. Það horn, tvöld skrín. Dagur kemst alla leið. Einfalt og gott. Það eitthvað klikki í vörninni hana hjá Tindastólsmönnum. Helgi Freyr, Bjöggi. Það bara Helgi Freyr í galopið þrist og það hún í sama stað áðan. Helgi Freyr Margeirsson. Ég held að hann hafi verið á nákvæmlega sama stað. Óli fer framhjá og missir boltan til Ómar Sævarssonar og Pétur steig út af þarna þegar hann að bjarga. Finnbogi kemur út af fyrir Viðar. Viðar að fara Lewis alveg 99% líkur, Og Lewis slæðir hann í spjaldi út af, hárrétt. Viðar var náði flottri frontaðan hana og Óli ætlaði að reyna að setja hann yfir hann. Gleymdi því hvað Viðar hávaxinn og langur. Helgi Freyr að finna. Þetta var nú mjög erfitt skot yfir Óla hana og róar þetta inn á Hester. Hester fer á Þorstein, fær villan á gólfinu segir Leifur. Þannig að Hester Tindastól fær bara boltan á endalínunni. Helgi finnur Bjögga og Bjöggi fer alla leið, auðvitað, leggur honni.
Helgi Freyr skipa honum fara alla leið, öskraði hana á hann, kláraði þetta. Dagur fer næstu farin fram hjá Pétri. Og Bjöggi næstu búinn að stela honum að Yngva, enda með því að Lúis fær hann á blokkinni og fær villu á Viðar. Og þetta líklegast á gólfinu líka. Já, allt fyrir hreyfinguna. Þarna gleymir Helgi Freyr sér í vörninni. Þeir lobba honum hann í miðja vörnina og eftirleikurinn mjög auðveldur fyrir Þorstein. Bjöggi, galopið þristur á Bjögga, það held ég, nei, Helgi Freyr nær frákastinu. Pétur finnur Helga Freyr. Helgi Freyr. Nú skotklukkan búinn en Bjöggi, það var nú góð tilraun. Dagur Kár, langur tvistur, setur honi, minkar þetta í 5 stig, 89-84, 4:40 eftir af leiknum. Viðar hrasar þarna, Pétur sendir á hann og Viðar fær hann í hausinn einhvern veginn. Ansi klaufalegt en Martin búinn að sjá nóg, tekur leikhlé. Það aðeins að ræða við sína menn. Jæja, það verður alltaf að byrja hjá okkur. Dómarinn að sækja liðin. Það Grindavíkur bolti eftir klaufaleg mistök á tjóðsmönnum. Nú kemur Lúis upp með boltan. Dagur Kár fá smá hvíld. Yngvi, Pétur til varnar. Yngvi krossa Pétur bara langt í burtu. Dagur Kár, Bjöggi til varnar. Hann finnur Þorstein í langan þrist. Hann allt og stuttur og enda með því að Óli kemur með boltan undir körfuna og leggur hann honi. Þægileg garfa eftir frábæra stóðsningu fyrir Yngva með að senda hann undir spjaldið. Þeir fara inn á Hester, hann tvöhaldaður. Það fer í Grindavíkurmann, þannig að þetta allt í góðu. En það stutt eftir af sókninni. Hester fyrir þristinn, hann langur. Nú allt mikið ráðaleysi í sóknarleik Tindastóls-manna en Grindingar leika á allsoddi eins og staðinn núna. Dagur finnur Óla. Óli fær villuna á Helga og setur hann honi og getur jafnað leikinn á vítalínunni. 89-88 er staðan. Ólafur Ólafsson, einn þriggja bræðra í þessu Grindavíkurlið. Setur það ekki honi. 89-88 er staðan. 3:30 eftir af leiknum. Nú Pétur lengi að byrja sóknina, 10 sekúndur tekur að fá leikmanninn á stað. Helgi með erfiða sendingu á Viðar og Viðar missar hann út af. Lúis kemur upp boltan. Dagur, Lúis.
í einhverjum dripplæfingum hann, finnur sér Ólaf í þristinn. Það er honni, Ólafur Ólafsson og það er leiklega hjá Ísrael Martin. Það eru 3-0-4 eftir af þessum leik og Grindavík er komið 2 stigum yfir. Ég held að það hafi ekki verið yfir í þessum leik það sem af er. En alltaf hafa það verið svona, þeir hafa alltaf verið að nart í hælana hjá Tindastólamönnum. Það er að skila sér núna. Og þeir hafa bara verið að spila betur núna, það sem af er svona, já bara það sem af er að fjórða leikluta. Það hafa bara verið að execute á sóknina miklu betur, það hafa verið hálfgert ráðaleysi í sóknarleik Tindastólamanna og verið eins og að vanti eitthvað svona smá. Þeir eru að fara inn á Hester og hann er að bara fá tvöföldun á sig og þetta er einhvern veginn ekkert að ganga. En Martin er að fara yfir þetta með sínum mönnum. Það eru sömu lið og fór í leiklið sem kom inn á. Pétur Bjöggi, Viðar, Helgi, Hester, Dagur Kár, Óli Ólaf, Þorsteinn Finnbogason, Ingvi Guðmundsson og Lewis. Þetta eru byrjunarliðin liðana. Þeir vilja fara inn á Hester. Lewis er að fronta hann það vel og síðan, ja, frábærlega gripið á Hester og hann leggur hann ekki onni en hann er í baráttur hann en Óli endar með hann. Martin vildi fá villu. Dagur Kár kemur upp bolta, setur sóknina. Óli, Ingvi. Dagur Kár vill fá bolta, Lewis líka. En Ingvi, hann er í miklu drippli hann og fer alla leið. Leggur hann ekki onni og Þorsteinn slær hann út af. Pétur kemur upp með boltan. Helgi Rafn. Já, frábært kerfið þarna. Executað. Vel executað. Martin öskraði all the way. Hvað gerist? Hlusta á þjálfarinn. Færðu góð stíg, segir. Óli í þristinn. Það held ég. Óli Ólaf. Hann er að hitta rosalega. Pétur, Helgi Rafn. Og það er bara stólinn bolti. Óli stelur honum bara. Hann ætlar þetta leið. Nei, hætti við. Dagur Kár róar þetta. Hár rétt hjá Grindvíkingum. Þeir eru yfir 3 stigum. 1,5 mínútu eftir. Dagur fær skrín frá Óla. Óli, hún langar að skjóta. Hann gerir það. Hann er onni. 97-91. Það er allt onni á Óla núna. Ólafur Ólafsson kom með 33 stig maðurinn. Hester í þrist. Það er ekki onni. Ég trú ekki þetta sé skoti sem þið vilja og Helgi er að fara sig að vill á sig. Það er allt í rugli á Tindastólmönnum. Bjöggi stelur boltanum og treður þessu, já. Þetta er mikilvægt. 93-97. 4 stiga munur. 1 mínúta eftir, Bjöggi heppinn að fá ekki vill á sig hana. Dagur Kár róar þetta, fær skrínið, Óli. Hann keyrir á Helga Rafn og hann fær ruðning á sig. Og Óli er ekki sáttur og Jói er brjálaður hérna sé. Þorleifur kemur og peppa sína menn. Helgi Rafn er að sækja þannig ruðning á 4 villum. Hann hefði getað fengið tæknivítu. Helgi Freyr.
Ísrael Martin var ekki nógu fljótur að skipta, hann var búinn að rétta, Rögnvaldur var búinn að rétta Viðari boltan. Það bara hárrétt. Pétur Helgi Bjöggi, hann fyrir alla leið, leggur hann onni, einfalt og gott. 95, 97, 36 sekúndur eftir að þessu leik. Dagur Kár kemur upp í boltan og hann fær bara flugbraut og fær villuna. Nei, hann skrefar áður að fær villuna. Það er Tindastóll bolti og Jóhann Þór Ólafsson tekur leikhlé, sýnist mér. Nei, ég er að rugla, það er bara skipting. Það er bara skipting, Helgi Rafn er að koma út af fyrir Helga Freyr. Það er meiri sóknarþungi í Helga Freyr heldur en Helga Rafni. 95, 97, Tindastóll með boltan. Grindavík 2 stigum yfir, 24 sekúndur eftir að þessu leik. Tindastóll getur skilið eftir 3 til 4 sekúndur eftir. Bjöggi, Hester og Hester er að fara á vítalínuna fyrir 2 skotum. Það eru 14 sekúndur eftir að þessu leik og Ólafur Ólafsson var að fá sína 4. villu. Hester er að fara að taka 2 skot. 14 sekúndur eftir, Grindavík er alltaf að fara að taka síðasta skotið ef að Tindastóll jafnar. Fyrra vídeó Hester er stutt, þannig að nú gerir ég ráð fyrir að Tindastóll brjóti leið og boltinn komi í leik. Seinna vítið er onni. Það er leikhlé, hárrétt hjá Jóhanni, þjálfara Grindavíkur. Það er leikhlé núna, það sem eru 2 mínútur, það er minni en 2 mínútur eftir af leiknum og þá færist boltinn á vallarhelming stólana á hlíðalínuna þar til móts við 3 stiga línuna. Það er það sem að Jói er að gera og það er rauninni sama hvað hann gerir, setur upp. Tindastóll er alltaf að fara að brjóta en auðvitað vill Jói gera það þannig að hann geti kannski brotið í skoti eða eitthvað svoleiðis. Tindastóll er að fara að senda einhvern á vítalínuna. Það er spurning hver tekur boltan inn, hver fær boltan hjá Grindavík, hver er að fara að taka Já, fyrirgefið. Tindastóll á 2 villur til að gefa, þannig að Tindastóll þarf að brjóta 2 svar til að senda Grindvíkingana á vítalínuna. Væntanlega reyna að stela, auðvitað reyna að stela, síðan er væntanlega brotið bara. Og það er Lewis, Óli fær boltan og þeir ná 2 sekúndum af klukkunni, það er dýrmætt. Nú má Hester ekki brjóta á sér aftur, en þá er hann komið 5 villur. Þeir láta samt Hester vera Óla og þeir vilja að Óli fái boltan. Hann er búinn að vera sjóðandi heitur í þessu leik. Það er bara sama. Og Viðar nær að brjóta, Degi Kár 10 sekúndur eftir, Dagur Kár er á leiðin á vítalínuna fyrir 2 skotum. Og ef að Dagur Kár skorar úr seinna skotinu þá er alveg 100% verður tekinn leikhlé. Martin tekur leikhlé. Fyrra vítu hjá Dagur Kár er ansi stutt. Seinna vítið að gera vitlaust í húsinu. Seinna vítið er onni og það er leikhlé. Ísrael Martin tekur leikhlé til að færa boltan á sama stað og á hinum enda vallarins. Það er að segja Grindavíkur megin á vellinum eða Tindastóll megin á vellinum.
10,5 sekúndur eftir, staðan 96-98, Grindavík í vil. Þetta rosalegt. Og úrslitakeppnin handa á hornið. Gott fólk. Ég voga ykkur að fara. Það var þetta að koma. Það verður gaman að sjá hvað Martin teiknar upp. Ætlar hann að taka þristinn til sigri snöggt? Eða ætlar hann að bíða, vinna þetta, bara leita besta skotinu? Hvað erum við að fara að sjá? Ég held sama hvað gerist að þá Tindastóll að fara að klára hann að leik núna á loka sókninni. Bjöggi á erfitt með að komast í gegn, nei Pétur segi, hann kemst í gegn endanum, hann farið inn á Hester, hann leggur hann onni og jafnar leikinn 4 sekúndur eftir. Dagur Kár kemur upp með boltan, hann er að fara í erfitt skot, fer í erfitt skot, setur onni og vinnur leikinn. Dagur Kár Jónsson setur hann að spjaldinu. Grindavík sigra leikinn 98-101. Þetta er ótrúlegt og þar með Grindavík að gera út deildarmeistaratitil Tindastóls, en á sama tíma eru þeir að festa sig í 4. sæti deildarinnar. Ég fullyrði það, þeir eru í 4. sætinu og munu lenda í 4. sætinu. Þetta er rosalegur endir. Þetta er bara ja, hvað getur maður sagt, þú hittir ekkert oft svona skoti, en þetta var rosalegt og hann komst alla leið. Svona er þetta, en ég heiti Guðlaugur Skúlason og fyrir hönd Tindastóls TV og alla sem kom að því, þakka þið fyrir áhorfið. Við leyfum þessum myndum að lifa aðeins áfram, endilega verið með okkur. Takk fyrir í kvöld.